okkar, já vonans mannkyn. Ó já, Jesús flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Ó já, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Ó já, hann sigraði gröf. Takk mig eins og ég, já öll mín brot og syndir, og endurnýja mig. Ég fel mitt líf og fylgi, frelsari allt ég gef þér. Ég gefst þér einu. Já, Jesús flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Ó já, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Ó já, Jesús flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Ó já, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Lýsið ljósið, láttu heiminn sjá, hann syngur, hann sigur var hann, hann segðu öðrum frá. Lýsið ljósið, láttu heiminn sjá, hann syngur, hann sigur var hann, hann segðu öðrum frá. Já, Jesús flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Ó já, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Ó já, Jesús flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, hann frelsað getur hvern mann. Ó já, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Halleluja. Takk Jesús, hann sigraði gröf. Velkomin á samkomu í Smárakirkju. Það er okkur heiður og ánægja að fá að halda samkomu úti í gegnum netið fyrir ykkur sem heima sitjið. Það er svo mikið forréttindi að vita að það er fullt af fólki, þúsundir manna sem er að horfa á okkur vikulega, og við erum þakklátt fyrir það. Við erum þakklátt fyrir tækifærið að fá að gera þetta. Ég veit bara ekki hvað maður myndi gera á sunnudögum að maður geti ekki komið í kirkjuna sína og lofa Guð. Og það er bara, þetta er æðislegt, þetta eru forréttindi. Gott að vita af ykkur þarna heima að fylgjast með okkur. Væri rosa gaman að fá frá ykkur smá viðbrögð og væri ekki nema like eða henda á okkur einhverjum skilaboðum. Og bara, já, eitt sem við ættum að gera, bara endilega sendið inn ef það er einhver lög, einhver óskalög, sendið inn á kommentið á. Það væri gaman að heyra af því hvað fólk er að vilja. Gott fyrir okkur að fá að heyra eins frá okkur. En mér langar til þess að við byggjum saman, bara örstutt, bara ef að gera það bara núna, bara ef að þið getið dropið hafði og við bara byggjum saman. Ég vil að við byggjum fyrir land og þjóð og heiminum. Augljóslega erum við að gangi gegnum eitthvað sem við höfum aldrei gengið í gegnum áður, og við þurfum á honum að halda og hans náð og hans miskunn, hans visku yfir ráðamenn, yfir lækna, yfir fræðinga og líka bara yfir okkur.
og okkar líf. Þannig að byggjum saman örstutt. Heilagur Drottinn Jesús, þakka þér fyrir að við fáum að koma saman, fáum að lyfta upp nafninu. Við, Drottinn, viljum leggja líf okkar og heimili og fjárhag og heilsu algjörlega í þínar hendur, land okkar og þjóð, ráðamenn, lækna, vísindamenn og heiminn allan í þínar hendur, Drottinn. Drottinn, við vitum að þú munt vel fyrir sjá. Í Jesú nafni, og allir líðurinn sagði amen. Halleluja. Það lag sem við ætlum að syngja núna sem heitir Reisa Halleluja. Ég vaknaði með þetta í morgun á vörunum því að það er mikið að gerast í heiminum og þetta lag verður til í mitt í erfiðum kringumstæðum þar sem að það voru hjón sem voru með barn sem að lá illa haldið á spítala og lofgjörðarleiðtogarnir í kirkjunni þeirra sömdu þetta lag meðan að þau voru að gangi gegnum það. Þar sem þau voru bara heima og þau voru bara heim í stofu og voru bara að spila á píanó og þá var þetta lag til. Mér finnst þetta lag eiga svo mikið til, þetta er á ensku því miður en þetta fjallar það að jafnvel í svona erfiðum kringumstæðum þá getum við lyft halleluja, þá getum við lyft hönd til hans og þakka honum fyrir að hann mun vel fyrir sjá. Og okkar vopn, eins og segir í textanum, þú veist, okkar halleluja hrópar herra heldur en vantrúin og okkar vopn er laglínan, er lagið, er lofgjörðin. Og við vitum að hann mun berjast fyrir okkur. Ef að syngja þetta saman, hvar sem þið eruð heima, bara, þú veist, skoðið textan, takkið textan inn í hjart ykkar og við trúum því að hann muni vel fyrir sjá. Við þurfum á honum að halda inn í þessa kringumstæður. Við þurfum að hræðsla verður að víkja fyrir trú og við verðum að fá að vita að hann muni vel fyrir sjá. Leggjum líf okkar í hans hendur.
enemy. I raise hallelujah louder than the unbelief. I raise hallelujah. My weapon is a melody. I raise hallelujah. Heaven comes and fights for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Oh yeah, I raise a hallelujah. Takk Jesús. Mér langar til þess að bara bjóða ykkur velkomin með okkur hérna í dag. Það yndislegt að fá að vera saman, þó að það sé bara á netinu. Það eru forréttindi. Og ég tek svo mikið undir það sem að Rúna var að segja. Það er tækifæri fyrir okkur í dag. Tækifæri til þess að nálægja okkur drottni. Tækifæri til þess að syngja gæsku hans. Tækifæri til þess að taka stöð okkar sem aldrei fyrr. Og bara, þið vitið, vera ljós og líf. Bæðin í líf okkar, inn í fjölskyldur og inn okkar nánasta umhverfi, en líka út á við. Vinir, það er svo mikilvægt að við gerum það sem við eigum að vera að gera. Að við séum biðjandi, við séum vakandi og að við nálægjum okkur Guði. Því að það er svo skýrt í orðinu, það segir ef að við nálægjum okkur Guði þá nálgast hann okkur líka. Þannig að við þurfum að taka skref, við þurfum að hleypa honum inn. Þannig í dag þá vil ég að við gerum einmitt það, hleypum honum inn. Ekki bíða með það eða drottin er ekki fyrir mig. Vitið það er bara ekki rétt. Drottin er fyrir alla. Og fólk hugsar oft, nei, það er bara þeir sem hafa lent í erfiðleikum. Lífið er bara alls konar. Og það skiptir ekki máli hvort sem að við erum á toppnum á hæðinni eða niður í dalnum sem merkja upp á gleði og sorg. Við þurfum alltaf á drottni að halda. Og nú er tækifæri vinir. Ekki setja traust okkar á hagkerfið eða þó svo ég veit að það mun örugglega pluma sig til framtíðar. Setjum traust okkar á drottin í dag. Setjum traust okkar og setjum sjón okkar. Ekki okkar kringustæður. Ekki á veiruna sem er alls ráðandi út í samfélaginu. Heldur á drottin. Minnumst loforða hans í dag. Og í staðinn fyrir að barma okkur, horfum upp og tökum gleði okkar ný. Því að gleði Guðs er styrkur okkar, kennir ritningin. Þannig í öllum kringumstæðum þá getum við verið glöð. Þannig í dag þá veljum að vera glöð og höldum áfram að lofa drottin. Má ég heyra með henni? Turn it around, open the windows of heaven, a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain.
impossible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. Ready for change, ready for rain, ready for favor, and I know that you're able. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. Ready for change, ready for rain. I'm ready for favor, and I know that you're able. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain. You turn my mourning to dancing. You turn my sorrow to joy. You turn my whole life around, and I thank you, and I thank you. You turn my mourning to dancing. You turn my sorrow to joy. You turn my whole life around, and I thank you, and I thank you. So turn it around, open the windows of heaven, and turn around a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Open the windows of heaven, pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Yeah. Halleluja. Vitið að það er í fínu lagi, jafnvel þótt á móti blási, að gleðjast í Guði. Og við það er auðvelt á þessum tíma þegar maður er að velja tónlist fyrir þessar útsendingar að fara í svolítið svona gloomy í við erum að ströggla tónlistinn og það er fínt, við erum að ströggla sem þjóð, sem bara samfélag, en það er rosalegur lykill í því líka að gleðjast í Guði og að setja áhyggjurnar á hann og segja bara, þú veist, við trúum því þegar við dansum fyrir þig, þegar við lofum þig, þú munir vel fyrir sjá. Og þess vegna, þú veist, það er þess vegna sem við gefum það, vegna þess að það eru loforð í orði Guðs blessanir. Og það er þessi blessun sem okkur langar að syngja snildartexti íslenskur fyrir þetta fallega lag. Og við viljum að þú takir á móti þessari blessun inn í þitt líf, inn í þína fjölskyldu, inn í þína framtíð. Hlusta á textan, syngdu með. Þetta er fyrir þig sem ert að horfa, þetta er fyrir þig og þína. Takk á móti blessun Guðs í Jesú nafni.
hans velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans velvild vera með þér, hverri kynslóð, fram af kynslóð, þínu fólki, þínum börnum, þeirra börnum, þeirra börnum. Með hans nálægð vera með þér, vera baki og við hlið þér, allt í kringum, innra með þér. Hann með þér, hann með þér, stend á morgni, seint á kveldi, þú kemur, þegar ferður, þú grætur, þegar veistur, hann smiður, hann smiður. Takk Jesús. Það er svo mikilvægt að við tökum á móti þessum orðum inn í líf okkar og við segjum amen við því. Amen þýðir já, svo skal það vera. Og ég segi amen við hans velvildin í mitt líf, yfir börni mín og þeirra börn, yfir framtíð okkar kynslóð til kynslóð. Segi ég já við blessun hans. Segir þú já við því líka? Og ég heyra amen. Ég veit að það eru margir að segja amen núna, því að við þurfum að segja amen í Jesú nafni. Hann er hér í dag og hann er kominn ekki vegna þess að við erum hér, heldur vegna þess að hann hefur áhuga að tala til þín og snerta við þér og þínu líf og þinni framtíð og þinni fjölskyldu. Halleluja. You are here, moving in our midst, and
I worship you. I worship you. 'Cause you are here, working in this place. And I worship you. I worship you. 'Cause you are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. You are here, touching every heart, and we worship you. Yes, we worship you. 'Cause you are here, healing every heart, and we worship you. And we worship you. 'Cause you are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, mending every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, turning lives around, and I worship you. I worship you, 'cause you are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh yeah. You are the Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Halleluja. Það sem er svo mikilvægt er það á þeim tímum sem hafa leitt fram að því sem er að gerast núna, þá var á tíma orðið astanlegt að segja nafni Jesú. Búið að taka nafni Jesú út úr skólum, búið að taka það út úr alls kyns bókum. Það var eins og að verið að endurskrifa hvaða áhrif Guð og Jesú hefur haft á það líf og þá blessun sem við höfum verið undir sem vestrænt samfélag. Og mér finnst svo magnað með þennan íslenska texta sem er til á þessu lagi, það sem segir: nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt Jesús. Því að það er þannig að nafnið hans þarf að þora að segja. Og ég veit að það þarf stundum mikið hugrekki til þess að í kringumstæðum segja: ó Jesú. Það þurfti hugrekki þegar að forsætisráðherrann okkar á sínum tíma sagði: Guð blessi Ísland. En hann blessaði Ísland. Stundum heyri ég fólk tala um það eins og það hafi verið óheppilegt. Í mínum huga var það ekki óheppilegt, það var blessun. Þegar ráðamenn fara að taka sér nafn Jesú yfir varir og segja: Drottinn, kom þú og blessaðu Jesús, við þurfum þína blessun. Ef hann syngir þetta saman. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Come on! Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Nafnið þitt þarf að þora að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Já nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú.
að segja þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Já, nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Látum þetta syngja þessi. Nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja. Halleluja. Nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Hafir aldrei tekið þetta nafn og byggði hann blessu, gerðu það svo núna. Nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja. Já, nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Já, nafnið þitt, já, nafnið þitt, Jesú. Málið er það, ég veit að þetta getur verið svo erfitt. En hvað svo út stattu núna, ef þú ert í bílnum eða þú ert heima og enginn annar að fylgjast með þér, bara prófa það. Ekki fyrir aðra, ekki fyrir mig, þetta fyrir sjálfa þig. Hverju hefur að tapa? Þú er allt að græða og ekkert að tapa. Og ég segi við þig núna, hver sem ert að hlusta á rödd mína hér og nú, prófaðu að taka nafn Jesú og segja, elsku Jesú, viltu blessa mig og mína? Í Jesú nafni, viltu blessa mig og mína? Það þarf hugrekki til þess að nefna nafni Jesú. En þetta er nafn sem er öllu nöfnum aðra. Þetta hljómar svo kjánalega. Og maður getur nánast, stundum fæ ég sjálfur nánast kjánarhóll þegar ég er að segja þetta við fólk sem ég veit að á ekki trú eða er að ströggla við trú. Af því ég man hvernig þetta er. Ég man hvernig það er, hvað það er kjánalegt að setja tröst sitt á einhvern sem þú hefur ekki séð. En hann svarar. Og hann svaraði mér og hann er til í að svara þér. Og ég segi bara enn og aftur, hefur einhver að tapa? Hefur ekki allt að græða? Er ekki kringumstæðurnar jafnvel að dökkna þess núna í kringum þig? Þurfum við ekki að nefna nafni Jesús? Og ég segi bara núna, þú þarft ekki að gera það fyrir neitt í kringu, þú gerðu það fyrir þig og þína í einrúmi með honum. Nefndu nafni Jesús og byttu hann koma og blessa. Því að nafni þitt Jesús þarf að þora að segja þegar það dimmir í stað þess að þegja. Því að það er nafni þitt Jesús. Já, það er sko sannarlega nafni þitt Jesús. Halleluja. Sibba. Amen. Við erum aðeins búin að ruggla setupinu. Rúna mér, vilt þú ekki kannski aðeins tala? Við ætlum að taka samskott heima hjá okkur. Og ég ætla að biðja Rúnar að segja nokkur orð fyrir það. Elsku vinir, það ætti að vera að birtast á skjánum ykkar ef ég skilja rétt, eða ekki? Þannig er það. Þessi kirkja er rekin á frjálsum framlögum og okkur langar að biðja þig ef þú getur og vilt að taka þátt í því að halda okkur gangandi. En það er ekki kvöð, þetta er einungis ef þú finnur það hjá þér og vilt blessa. Þá eru upplýsingarna þarna fyrir fram að þig á skjánum og við varum mjög þakklátt fyrir það. En enn og aftur, við viljum bara fá að blessa þig og þína með því sem við gerum hér og við viljum svo sannarlega fá að heyra líka af því ef Guð er að snerta við þér. Þú þarft ekki að setja það óopinberlega á vegginn okkar eða slíkt, það er hægt að senda það í skilaboðum eða e-maili. Við höfum rosalega gaman að heyra frá þér og þinni fjölskyldu. Eins erum við klári í það að biðja fyrir þér eða tala við þig. Ef þú þarft á því að halda, endilega settu þig í samband. Við þráum að fá að gefa því sem að Guð hefur mildilega gefið okkur. Amen. Þegar dimmir í stað þess að þegja, nafnið þitt Jesú, nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú, nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja, já nafnið þitt Jesú, já nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú, nafnið þitt þarf að þora að segja. Þegar dimmir í stað þess að þegja, já nafnið þitt Jesú, já nafnið þitt, já nafnið þitt Jesú. Halleluja.
máttlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Þegar fjöldans nafn mun fölna, mun ég færa nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöll. Það leiðin sem við fellumst yfir öll. Nafnið Jesú, fræga nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Innan skams mun opnast perluhliðin. Hinn ég geng og lít hans auðlit undur blíð. Sá sem Kristur Jesú kallast, komu hans þá mun finnast. Hér á Golgata hann gaf andans sinn. Takk Jesús, til að gæti ég og þú sem himini. Heila drottinn, nafnið Jesú, fræga nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Jesús, nafnið Jesú, fræga nafnið Jesú, fyrir nafnið Jesú, á ég líf í dag. Á ég líf í Amen. Og allur líðurinn sagði. Amen, yndislegt. Við erum svo lánsum með tónlistar og söngfólk hérna í þessari kirkju að það hálfa væri nóg. Og við erum bara þakklátt fyrir að fólk skuli gefa tíma sínum og já, og talendum með þessum hætti. En vá, kæru vinir, hvað við lifum á spennandi tímum. Full spennandi, segja margir. Þetta er orðið svolítið mikil spenna. Halleluja. En mér langar til þess að byrja á því áður en ég kannski fer og tala orðið að biðja. Það er svo mikilvægt vinir að við biðjum til drottins. Og mér langar til þess að biðja fyrir þér öllum þeim bænarefnum sem mér hafa borist í dag og í gær. Og mér langar til þess að leggja þetta allt í hendi Guðs. Drottin, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir að þú ert sannarlega trúfastur. Þú ert sá sem að þú segist vera. Alveg eins og við sungum áðan. Þú ert sá sem framkomir kraftaverkin. Þú stendur við þín loforð, drottin, og við setjum alla okkar hluti, öll okkar mál, allan okkar kvíða, allar okkar áhyggjur í þínar hendur, drottin, því að þú berð umhyggju fyrir okkur. Og þú segir í orðið þín að við maður varpa af okkur öllum áhyggjum og öllum byrðum og við gerum það hér með tákgrænum hætti. Drottin, ég bið fyrir öllum þeim sem eru að hlusta í dag, sem eru jafnvel að gangi gegnum erfiðleika, upplega mikla óvissu, drottin, og veit ekki í hvort fótinn þeir eiga að stíga. Drottin, vilt þú gefa visku og skilning, drottin, og öryggi, drottin, sem aðeins fólki í þér. Frið sem æðri öllum kringumstæðum. Og drottin, ég bið fyrir Íslandi. Ég bið fyrir öllum á Íslandi. Ég bið fyrir þeim sem eru veikir í dag.
Drottinn, ég bið að þú gefir lækningu inn í líf þeirra. Aðrir sem eru með sjúkdómin í líkamannu, Drottinn, ég bið líka algjöra lækningu, Drottinn, og ég bið að gefa ráðamönnum visku og skilning, Drottinn. Og ég bið bara fyrir fjölskyldum landsins, Drottinn. Og við leggjum allt í þínar hendur og við biðjum í Jesú nafni. Allir liðnir sagði. Amen. Það svo sannarlega þannig að við erum í eins konar biðstöð í dag, ekki satt. Og við vitum í rauninni ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Og ég hugsa við sem að horfa að breyta heimsmynd. Ég held að það sé gríðarlega margt sem að mun breytast eftir þessa kringustæð sem við erum að gangi í gegnum núna. Og ég held að verðmætamat okkar og margir aðrir hlutir munu breytast. Jafnvel viðskipti til framtíðar og annað slíkt. Og ég held að við séum ekki að sjá fyrir endan á því hvernig heimsmyndin mun raunverulega breytast. Það bara mín tilfinning. Við erum að horfa að breyta heimsmynd. En það svo gott að vita því á sama tíma og við erum að standa jafnvel í ákveðnum harmleik með þessa veiru, að vita því að Jesús gerði mitt kraftaverk þegar mannlegur harmleikur var annars vegar. Og vinir, þannig að umhverfið sem að við erum í dag farvegur fyrir kraftaverk Guðs, ekki satt. Þannig að í staðinn fyrir að óttast og hafa áhyggjur því að við bætum engu við, það hjálpar ekkert að hafa áhyggjur, það bara gefur okkur streitu og vonda tilfinningu, þá svo gott, vinir, að staðsetja sig fyrir og bara vænta þess að Guð muni gera kraftaverk. Staðreyndin nefnilega svo að trúin okkar, hún vex við mótstöðu. Alveg eins og þegar við förum í ræktin og við lyftum lóðin, þingslin eru svo mikilvægt. Þau búa til ákveðin farveg fyrir uppbyggingu og fyrir til dæmis vöðvauppbyggingu. Með sama hætti trúin gríðarlega mikilvæg og hún vex í mótstöðu. Þá fáum við þennan kraft, þennan byr undir vænginn til að fara að svífa herra, ekki satt. Ótti því ekki andstæða trúar. Hann getur verið drifkraftur trúar. Þannig að mér langar til þess að minnast að það í dag, ef að þú ert óttaslegin, þá getur þetta verið ákveðin drifkraftur fyrir þig að trúa. Að nota tækifærið og taka mótið þessum ótta með það að fljúga yfir hann. Taka ákvörðun að fljúga yfir hann. Ekki klessa á hann eða fara undir hann. Því að það bara ekki vilja Guðs fyrir okkur. Og það eitt reikningastæð sem hefur virkilega hjálpað mér þegar ég að gangi í gegnum erfiðleika. Og það í Róm 8:28. Og það svona, það segir svona, við vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Finnst ykkur það ekki frábært? Þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Aftur, það þýðir ekki allar kringumstæður séu góðar. Sumar kringumstæður eru bara vondar. Þessar kringumstæður til dæmis ekki góðar. Það alveg nokkuð ljóst. Við þekkjum þetta með veiruna og allt sem að gerast. En staðreyndin svo, og Biblían kennir, að jafnvel erfiðustu og verstu kringumstæður sem við göngum í gegnum geta samverka okkur til góðs. Og hugsa ykkur hvað það ótrúlega magnað. Þannig að þá horfir maður svolítið öðruvísi á kringumstæðnar. Maður hugsa býtu með hvað hætti geta þessar kringumstæður samverka mér til góðs. Og í Jósúabók að þá talað líð Guðs sem var í ekkert ósvipari stöðu og við erum í dag. Þeir voru alveg við það að fara að stíga inn í Kanansland og það sem að þurfti að gerast að það þurfti að verða truflun á líf þeirra. Guð nefnilega starfa rosalega mikið í gegnum truflun og það frábært og það við erum að verða fyrir rosalega mikilli truflun í dag. Við erum svo sannarlega
að verða fyrir bara einni mestu truflun sem við höfum séð sennilega bara í áratugi, tala fræðimennum. Og það er svo frábært því að Guð starfar nákvæmlega í þannig kringumstæðum. Það er farfur fyrir Guð að starfa og koma af sinni áætlun. Þannig að það er svo gott fyrir okkur í dag að spegla okkur í því sem að gerðist fyrir 1000 ára fyrir líf Guðs á sínum tíma. Það sem að átti sér stað á þessum tíma í lífum þeirra var það að þeir voru að stíga inn í Kanasland. Þangað sem að Guð hafði boðið þeim að fara og það hefði tekið gríðarlega langan tíma að fara þangað, 40 ár. Og til þess að fara inn í Kanasland, þá þurfti að fara úr einhverju öðru. Fara úr einhverju sem að þeir þekktu, voru öryggi með, jafnvel þótt að hafa verið eyðimörk, þá var það sem þeir þekktu. Og það var hið hefðbundna. Og Guð oft truflar okkar hefðbundna til þess að koma okkur inn í sína áætlun. Þannig í dag, það langar mér bara til þess að færa þig góða fréttir. Við þessa truflun getur Guð verið að færa þig inn í sína áætlun. Halleluja. Amen. Þessi ritning getur opnað augu þín. Ég veit hún opnaði augu mín það hvernig við getum hort á þessa kringumstæði með öðrum hætti. Og fyrir mér skiptir áfangastaðurinn í rauninni ekki öllu máli. Heldur hvað við lærum á leiðinni, ekki satt. Það er ekki endilega kringumstæðina sem að skipta svo miklu máli, heldur viðbrögð okkar við kringumstæðunum sem skipta svo miklu máli og Guð vill kenna okkur í dag. En þetta er Jósúa 3 og það stendur svona í fyrsta versi. Snemma morguns bjóst Jósúa og hélt af stað til Síttem ásamt öllum Ísraelsmönnum. Athugið að líður Guðs gekk í gegnum þetta allir saman. Og hvað er að gerast núna að við erum öll að gangi í gegnum ákveðna kringumstæður saman? Birtingamyndin getur verið misjöfn. Sumir er að veikjast af veirunni. Sumir jafnvel að lenda inn á spítala, aðrir eiga aðstandendur í erfiðum kringumstæðum, en aðrir eru kannski að missa vinnuna. Og við erum jafnvel að tala annan hóp sem er að þurfa að segja fólki upp vinnunni. Við erum öll að gangi gegnum það sama, það sem er fyrir framan okkur er það sama, en birtingamyndin getur verið mjög ólík. Hún getur hitt okkur fyrir með mismunandi hætti. Og það er það sem er að gerast í dag. Kraftaverki sem ég er að upplifa í dag er að við erum að sjá miklu meira af samkennd. Það er kraftaverk. Hafið tekið eftir því hvernig dæguð þrasið, það hefur algjörlega hætt. Og allt í hennu eru allir viðtalsþættir í sjónvarpi og útvarpi það hvernig við getum hjálpa náungum okkar. Það eru heilu Facebook-hóparnir sem er að rísa upp og bara byrja hvernig geti ég blessa þig. Vinir, ef einhvern tímann hefur verið farvegur fyrir kraftaverka þá er það núna. Og vitið það, þetta er einn æðsta tilfinning sem að við getum upplifað, það er samkennd. Og hvað er að gerast í heiminum í dag? Það er þessi ofboðslega mikla samkennd sem er að rísa upp hjá fólki. Við erum að setja okkur í spor annara. Við erum að finna til með öðrum. Þannig að samkennd, vinir, það er náttúrulega dýrmætasta kraftaverki á öllu. Það er það sem að Guð er búin að koma til. Það hefur samverkað til góðs. Má ég heyra amen? Amen. Við erum nefnilega ekki að rífast. Allt í einu er það sem við vorum að rífast fyrir bara 1,5 mánuði síðan. Við hugsum ekki einu sinni það í dag. Allt í einu er að snúa bökum saman. Reyndar í smá fjarlægð, en enga síður. Snúa bökum saman. Og allt í einu er einhvern veginn myndin okkar bara af lífinu breytt. Og það er það sem er að samverka okkur til góðs. Verkefni Jósúa var að koma fólkinu yfir ána Jórdan. Þetta voru 2 milljónir manna. Og með svo athyglisvert þegar þú skoðar ána Jórdan, að þá er Jórdan, hún er tákmynd upp á auðkenni. Hver var skírður í ána Jórdan? Jesús.
Og muni, það kom rödd af himni sem sagði, þetta minn elskaði sonur, á honum hef ég velþóknun. Þar opinberaðist eðli Guðs, af honum hef ég velþóknun, nafn Jesú opinberaðist í Jórdan. Og það sem að gerist þegar við förum í kringustæði sem eins og Jórdan, þá opinberast eðli í okkur, auðkenni okkar. Þegar við förum í kringustæði þar sem pressað á okkur, þá kemur mjög fljótt í ljós hvað býr innan með okkur. Af gnægð hjartans mælir munnurinn. Og hvað munnur minn og munnur þinn að mæla í dag? Hvað erum við að tala yfir líf okkar? Hvað erum við að tala yfir börnin okkar? Hvað erum við að tala yfir þjóðin okkar? Auðkenn okkar kemur fram í svona kringumstæðum. Það sem að við erum pressu niður, þá kemur sannleikurinn upp. Og ég þrá að vera þannig að sannleikur minn sé það að ég treysti lofurðum Guðs. Ég vil ekki vita allar kringumstæður að þekki allt og kunna allt, þó að það sé ágætt. Ég vil reiða mig á Drottinn. Ég vil að Drottinn hafi vit fyrir mér. Athvarf mitt vil ég að sé í honum. Þannig að við vitum að í svona kringumstæður þá kemur sannleikurinn okkur fram. Og það svo margt sem við vitum. Drottinn minn heyrðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Vinir, hann lætur okkur hvílast. Hafið þið spáð í þessu orðalagi? Það segir ekki á grænum grundum hvílist ég. Það segir hann lætur okkur hvílast. Og hvað að eiga sér stað í veröldin í dag? Við erum öll allt í einu tekin úr okkar eðlilega lífi og hann að láta okkur hvílast. Eru þið að heyra þetta? Þetta sérstakt orðalag og meiri segja í enskunni þá þetta enn stífara. Það segir bara hann að láta þig hvílast. Hann mun láta þig hvílast. Og vitið það eitthvað sem gerist í hvíldinni. Það eitthvað sem gerist, við heyrum betur í Guði þegar við erum í hvíld. Og við þurfum meira á Guði inn í þessa kringumstæður sem við erum að gangi í gegnum. Við þurfum að heyra rödd hans. Ekki satt. Þannig hann að láta okkur hvílast. Við erum föst heima hjá okkur. Við getum ekki annað en hvílst. Nákvæmlega hann breytir sjúkrabeði í hvílurum. Rétt mamma, magnað, líkin í þetta. Aftur, ég ætla að lesa hérna fyrsta versið. Snemma morgun ferbjóst Jósúa og hélt af stað frá Síttim ásamt öllum Ísraelsmönnum. Þegar þeir koma á Jórdan, héldu þeir kyrru fyrir. Hvað að gerast núna, vinir? Drottinn að láta okkur halda kyrru fyrir áður en þeir fóru yfir ána. Áður en við förum yfir, þá þurfum við að vera kyrr. Hann lætur mig hvílast. Annað við hvíldina lærdómur það að látum hverjum degi næja sína þjáningu. Við erum svo ofta að reyna að tefla einhverja leiki fram í tíman, hugsa langa leiki fram í tíman, en í krísu þá skiptir svo miklu máli að biðja Guð visku fyrir daginn í dag. Það ekki sniðugt að gera langtíma áætlanir þegar þið líður ekki vel. Heldur mikilvægt í krísu að við látum hverjum degi næja sinni þjáningu og við biðjum fyrir visku fyrir daginn í dag. Hann segi, halleluja. Amen. Gef oss í dag vårt daglega brauð. Gef oss í dag vårt daglega brauð. Það kennir okkur að við eigum að hafa brauð fyrir daginn í dag, hvíldina að vera í dag, við eigum að bara hugsa daginn í dag, gef oss í dag vårt daglega brauð. Hann lætur mig hvílast. Það svo mikilvægt vinni þegar við hvílumst að við séum ekki að eyða orku í bardaga morgundagsins. Alveg eins og með Ísraelsmenn þegar við gengum eyðimörkunni, við munum þetta með mannað. Það dugði bara fyrir hvern einasta dag. Og ef þeir voru að hugsa og ætluðu einhvern veginn að reyna að svindla á þessu og taka meira til þess að eiga fyrir morgundaginn, hvað gerðist fyrir mannað? Það skemmdist. Það virkaði ekki. Og það hefur svo mikið með það að segja, vinir, að við séum ekki með einhvern ótt og kvíða og fyrirbúna fyrir einhverju sem gerist á morgun því að við erum í Drottins hendi. Við erum í Drottins hendi og hann ekki búin að missa tökin á þessum aðstæðum frekar en nokkru öðru.
En áður en þau fór yfir, þá þurftu þau að hvílast. Hann lætur mig hvílast, stendur í orðinu. Þannig hættum að eyða orku í morgundaginn þegar Guð gefur okkur brauð fyrir daginn í dag. Og það stendur í versi 2 að 3 dögum liðnum fóru eftirlitsmennirnir búðirnar. Og við vitum að það sem við erum að fara í gegnum, það tekur meira en 3 daga. En 3 dagar eru rosalega tákgrænir í ritningunni. Við vitum það að Jesú dó og 3. degi þá reis hann upp aftur. Og það er tákgrænt upp á það er þetta ferli frá dauða upp að upprisu. Og þess vegna er þessi 3 dagar, þetta er tákgrænt. Ég líti á þetta sem upprisukraft. Hann hafi gefið þeim upprisukraft. Og hann gaf fólkinu í versi 3, hann gaf fólkinu þessi fyrirmæli. Þegar þið sjáið sáttmálsörk drottins Guðsíðar og levita prestana sem bera hana, skuluð þið fara á eftir henni, hvar sem að þið eru stödd. Og þannig fáið þið að vita hvaða leið þið eigið að fara og hana hafið þið aldrei farið áður. Vá, ef að þetta vers á ekki við daginn í dag. Við erum að upplifa kringumstæður sem enginn hefur upplifað áður. Og hvað segir hann? Hann segir, sendið örkinu undan. Og við vitum að örkin er tákmynd upp á höfðingjadóm Guðs. Örkin, þar bjó Guð. Þar bjó nærvera Guðs og það er svona tákmynd fyrir okkur, við náttúrulega búum undir öðrum sáttmála. En ofboðslega mikil tákmynd það að það er svo mikilvægt að senda Guð á undan. Ekki fara út og suður, heldur fara eftir því sem að Guð er að leiða. Það er bara svo mikilvægt. Og núna meir en nokkru sinni. Núna meir en nokkru sinni. Þið munu fara á stað sem þið aldrei farið áður. Þannig að fara eftir fyrirmælum, það er bara hreinlega biblíulegt. Hann talar það að fara eftir fyrirmælum, þannig að við eigum að hlýða við því. Það er biblíulegt. Þannig að við ætlum að hlýða við því og við ætlum líka að hlýða heilugum anda. Því hann ætlar að tala við okkur og hann ætlar að undirbúa jarðveginn og hann ætlar líka að gefa okkur visku inn í það hvernig við eigum að nálgast kringumstæðurnar. Hvernig við síðan förum yfir ána Jórdan, ekki satt. Því að ég ætla ekki að fara yfir ána Jórdan í mínum eigin styrk. Ég ætla að fara í Guðs styrk og ég hveti til þess að gera það sama. Halleluja, þeir myndu fara á stað það sem þeir aldrei farið áður. En til að fara þarftu fyrst að stoppa. Og þar er það sem að Guð er að gera í dag. Hann er að gefa okkur daglegt brauð. Hann er að gefa okkur tækifæri til þess að nálagast hann. Í dag, vitið það, ég veit ekki margar sem að fólk veit bara eiginlega ekkert hvað það á að gera við tíman. Það er svo mikið af lausum tíma. Vitið, þetta er frábært tækifæri til þess að nálgast Guð með nýjum hætti. Allt þetta, þið vitið, allt sem er í kringum okkur sem er að trufla okkur dagstælega og þetta, við erum stundum eins og hamstur og hjóli, það hefur allt í henni verið bara tekið allt frá okkur og nú hefur við nægan tíma. Og það er frábært. Halleluja. Aðstæðna sem verið er ekkert ósvipar og þær aðstöður sem að læri sem þau voru í þegar stormurinn geisaði munið þegar þið voru á bátnum. Og þeir höfðu bara miklar áhyggjur. Muniði, stormurinn geisaði og Jesús var í bátnum en hann var sofandi. Og lærisveinarnir, svona óbúslega trúmiklir og duglegir á göngunum með Guði, urðu skelfingu losnir. Eins og við erum gjarnan í svoleiðis kringumstæður. Og þeir vöktu Jesú og þeir sögðu, Jesú, er þér alveg sama við förumst? Er þér alveg sama við bara, sem er ótrúlega kindalegt út að Jesús var með þeim, hann hefur þá farist líka. Og Jesú náttúrulega eiginlega hastaði á þá og hastaði síðan á vatnið. Og vinir, það þarf eitt orð frá drottni og þessar kringumstæður eru búnar. En það sem við þurfum að vita er að Jesús er í bátnum. Jesús er í bátnum þínum, hann er í bátnum mínum. Og við vitum það að við munum hafa það af. Við munum komast yfirum. Það er alltaf svo fyndið að segja þetta. Við munum fara yfirum. Nei, ég meina ekki þannig. Við munum komast yfir. En það er tákgrænt, vinir. Það er tákgrænt.
Jesús er nefnilega í bátnum og spurningin er ekki hvort við komumst yfir. Út af það liggur ljóst fyrir. Guð er búinn að segja, þú munt komast yfir, ég er með þér í bátnum. Þú ert ekki einn. Þú þarft ekki að óttast, þú þarft ekki að kvíða. Spurningin er miklu frekar. Verðum við betri á því að fara yfir? Spurningin er frekar, munu þessa kringumstæður breyta okkur varanlega? Og það er það sem ég held að Guð sé að gera í dag. Nú skilur á milli feigs og ófeigs. Nú skilur á milli þess sem að ætlum við að fara að rembast í eigin mætti eða ætlum við að fara að nálægja okkur Guði. Ætlum við að leyfa Guði að taka ákvarðanir fyrir okkur og leiðbin okkur hvert skuli fara. Og ég vil vera í þeim hópi. Ég held að sé tækifæri í dag að vera í þeim hópi. En stóra tækifærið er að við munum breytast. Við breytumst. Í versi 4 þá stendur svo: þannig fáið þið að vita hvaða leið þið að fara. En hana hafði aldrei farið áður. Gæti þess að 2000 álnir skuli vera á milli ykkar og arkarinnar, komið ekki of nálægt henni. Og er ekki stundum þannig eins og Guð sé fjarlægur. Hafið þið upplifað Guð fjarlægan? Eins og hann heyri ekki. Ég hef upplifað hann fjarlægan. En enga síður, jafnvel í fjarlægð, þá er hann. Við stundum heyrum ekki í honum, en þá kemur þetta trú og traust. Fyrst að þá látum við ekki tilfinningarna fara út um allt. Heldur ég veit að hann er með mér. Og ég ætla ekki að panika yfir þessum kringumstæðum, jafnvel þótt að örkin sé eitthvað staðar fjarlægð, líkingamál. Því ég veit hann er nálægur. Ég veit hann er búinn að segja, hann mun aldrei yfirgefa mig, hann mun aldrei sleppa mér hendinni. Þannig að það er tækifæri þegar við upplifum Guð að láta ekki tilfinningar okkar fara út um víðan völl, heldur treysta Guði, framar okkar eigið hyggjuviti. Svo stendur hérna, þá sagði Jósúa við fólkið, helgið ykkur, því að morgun mun Drottinn vinna kraftaverk á meðal ykkar. Því næst sagði Jósúa við prestana, hef ég sáttmálsörkina upp og haldið að stað á undan fólkinu, þá hófu þeir upp sáttmálsörkina og gengu á undan fólkinu. Þetta lokum, helgið ykkur. Mér finnst þetta ótrúlega sterkt. Hvernig förum við á því að helga okkur Drottni? Jú, við nálægjum okkur Drottinn. Við fjarlægum okkur því sem er óguðlegt. Og vitið það er tækifæri eins og ég sagði áðan. Það er tækifæri til þess að nálægja sig Guði. Ég man þegar við fórum einhvern tímann í frí til Spánar og mér fannst ég heyra svo vel frá Guði. Og ég áttaði mig allt í einu á því, það var ekki út af því ég var á Spáni eða ég var komin á einhvern nýjan stað. Það var út af því ég var í frí. Það var út af því að ég leyfði Guði að taka pláss í mínu lífi. Og vinir, nú er tækifæri að leyfa Guði að taka pláss. Taka meira pláss en hann gerði í gær eða fyrir mánuði síðan. Leyfa Guði að taka stjórnin í líf okkar. Því að hann hefur áætlun sem er til heilla. Þú munt komast yfir. Þú munt alveg yfir blífa. Spurningin er bara með hvað hætti muntu gera það. Og ég vil að þessa kringustæður verði betrun fyrir mig. Að ég verði betri en ég var fyrir mánuði síðan. Að ég þekki Jesú betur heldur en ég gerði fyrir ári síðan. Vitið það er eitthvað við það þegar við erum að gangi í gegnum kringustæðin sem gera okkur pínu örvingluð. Við kynnumst Guð með alveg nýjum hætti. Og það er það sem er svo óbúslega frábært. Við kynnumst Guð með nýjum hætti og leyfum okkur að kynnast Guð með nýjum hætti. Þannig að nálægjum okkur Guði og helgum okkur. Tökum hluti sem eru búin að vera trufla okkur á göngunni. Það sem er bara að valda okkur vanlíðan og er ekki góðir fyrir okkur. Biðjum Guð að taka það burt frá okkur og vöndum okkur í lífinu. Nú er tækifæri til að vanda sig. Eiga uppbyggjandi samtal við fjölskyldu sínar. Breyta skoðun á ýmsum málum. Búa til betri venjur. Við getum öll sem fjölskylda nálgast Guð með nýjum hætti. Í þessu eru bara tækifæri. Halleluja. Og að lokum allan uppskjöru tíman flæði Jórdan yfir bakka sína. Þegar þeir sem báru örkina komið að Jórdan og prestarnir drápu fæti í fljóti, stöðvaðist vatnið.
Guð var nefnilega búin að gefa visku. Þeir vissu hvert þeir átt að fara, þeir vissu hvernig þeir átt að fara þangað. Og það sem að gerist það að það óvætt fljót fyrir framan þá. Og vinir, það óvætt fljót fyrir framan okkur ef þið hafi ekki tekið eftir því. En það ekkert Guði megn. Og það sem að gerist það að þeir fá ráð, visku frá Guði. Levítarnir sem eru prestarnir, þeir tóku örkina sem mynd upp á höfðingjatum drottins og þeir gengu í þetta óvætta fljót. Og hvað gerist? Það þurrkast upp. Tákgrænt fyrir okkur í dag. Treystum á Guð og höfðingjandum Guðs. Og það sem að líðurinn gerði, sem líka ofboðslega mikið lykilatriði, það gekk undir örkina. Alla leið á þurrum fótum inn í landið sem hann hafði lofað þeim. Og vinir, það að ganga undir höfðingjandum Guðs hefur með auðmýkt að gera. Auðmýkt fyrir Guði. Æðruleysi líka tengist í, alveg klárlega. Æðruleysi virka þannig að við treystum að Guð muni vel fyrir sjá, ekki satt. Við treystum því að hann með allt vald á himni og jörðu. Við treystum því að hann muni vel fyrir sjá. Þannig í dag, í staðin fyrir að barma okkur, í staðin fyrir að vera í ykkur volaði, prófum að þrengja okkur nær Guði. Prófum að lyfta upp nafni Jesús yfir kringustæðunar og sjáum hvernig hann gefur okkur visku til þess að höndla kringustæðunar og beygja okkur undir hans völdugu hönd. Því eins og ritningin kennir, þeir sem að beygja sig undir hans völdugu hönd muni upplift verða. Þannig að Drottinn blessi ykkur í dag og gefa ykkur velvild í Jesú nafni. Mér langar svona rétt í lokin til þess að biðja með ykkur stuttabæn. Þið eru jafnvel kannski að hlusta mig í dag og þið í rauninni þekkið ekki Jesú eða vitið ekkert hver þessi Jesú Og mér langar til að segja við ykkur, Jesú besta gjöf, mesta gjöf sem að þú getur tekið á mótin í líf þitt. Eina sem að þú þarft að gera að játa hann sem frelsara. Það segir í ritningunni, ef þú trúir í hjartaðinu og játar með vörunum að Jesús drottinn, þá myndu hólpin verða. Þannig að það svo einfalt að taka við Jesú Kristi í hjarta sitt. Það ein lítil bæn. Og mér langar til þess að þú biðji bænina upp eftir mér. Og hún svona. Kæri Jesús, ég bið að koma í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég bið að fylla mig af heilugum anda. Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Ef þú varst að biðja þessa bæn í fyrsta skipti og hvetið til þess að setja þig í samband við okkur. Ég á Facebook, ég heiti Sigurbjörg Gunnarsdóttir og ég fór stuðmaður hér. Þú getur líka sendt okkur post á Smárarkirkju og verið meira en tilbúin að biðja með þér og taka þátt í þessum nýju skrefum með þér. En við ætlum að ljúka þessari stund svona formlega og ég þakka ykkur fyrir að vera með okkur hér í dag. Drottinn blessi ykkur og varveit ykkur í Jesú nafni. Amen og amen.